Gott sé fólkið og velkomin með mér í Glettur. Þetta nú meiri vetrarbíðan sem búin að vera undanfarna daga og raunar var ekki hægt að kvarta yfir veðurfarinu á haustdögum heldur. Búið að vera, dag eftir dag þessar fádæma stillur og blíða. Ekki hægt að lasta það. Reyndar verða að spá einhverju garganda næstu dagana og því rétt að fara varlega, gæti orðið hált til dæmis á fjallvegum og því öruggar að vera komin á snjódekkin. Svo, öll gát sé nú höfð. Nú, ég veit ekki hvort þið hafið heyrt minnst á Sigfús Sigfússon sagnarittara. En hann fæddist á Miðhúsum fyrir það bil 160 árum en kenndi sig alla tíð við Eyvindará. Reyndar fór Sigfús víða Austurland, hann var fátækur, oftast vinnumaður, nú eða kennari, bjó til dæmis lengi á Seyðisfirði. Hann safnaði mikið af sögum þó að tíminn væri lítill og launin nánast engin sem hann fékk fyrir það og allar þessar sögur komu út í 16 bindum í upphafinu. Reyndar í seinni útgáfu það var búið að þjappa því saman í 10 bindi. En þarna mikinn fróðleik að sjá og í tilefni þess að 160 ár eru liðin frá fæðingu hans var efnt til heilmikillar sýningar í safnahúsinu á Egilsstöðum. Reyndar safnahúsið á Egilsstöðum svona eins og svolítið falinn demantur. Það ekki fyrir alla að finna safnahúsið, það svolítið úrleiðis en það rétt hjá Valaskjálfi ef það segir ykkur eitthvað og þar margt fróðlegt að sjá. Við kíktum þar inn til þess að forvitnast sýninguna Sigfús. Við erum að fjalla ævi hans og hvernig þjóðsagnaritunin og söfnunin hjá honum fór fram. Hún tók mörg ár því hann vann þetta eiginlega svona í sjálfboðavinnu. Hann var kennari og vinnumaður og í alls konar lausamennsku. Og það voru nú bara 4 bindi af þessum 16 sem kom út áður en hann dó. Þannig að hann lifði þó ekki að sjá drauminn rætast alveg. Titill þessarar sýningar Brostu þá margir heyranlega og þetta setning sem sótt úr einni af afreksmannasögum Sigfúsar. Og þar í þessari sögu segir frá Ísfoldu sem bjó í Fagradal og hún hafði einhverju sinni farið í kaupstað og þar hafði einhver útlenskur sjómaður ætlað að gera hosur sínar grænar fyrir henni og henni líkaði það nú illa og tók hann undir handlegginn og henti honum út í sjó og þá segir Sigfús brostu þá margir heyranlega og þetta svona setning sem við vorum sammála að væri mjög skemmtileg og skemmtileg saga þannig við ákváðum að skella þessu á sýninguna. Já, með við heimildirnar þá má segja að þetta hafi verið unnið af litlum efnum en mikilli natni. Hann safnaði þjóðsögum, sagnaþáttum og ljóðum og síðan þetta aðalega efni frá Austurlandi en reyndar víðar að. Meðal annars var hann í skóla á Möðruvöllum, hann safnaði einhverju og meðan hann var þar í námi. Ússuhópurinn svona óformlegur félagsskapur áhuga fólks hér á héraði arfleið Sigfúsar Sigfússonar og hann kenndur við hana Ússu Vilhjálmsdóttur sem bjó hér og er nýlátin og var mikil áhuga kona Sigfús og það má eiginlega segja að það hafi verið hún sem vakti athygli fólks hér á þessu svæði á Sigfúsi og þessum tímamótum að það væri 160 ár frá fæðingans og það hafa svona ýmsir farið af stað og gert ýmislegt til þess að minnast Sigfúsar og vekja athygli á honum og þessi sýning og dagskráin sem var hér síðustu helgi svona ein af þeim hugmyndum sem kviknuðu í framhaldi af því. Sigfús var alþýðumaður, fæddur á Miðhúsum en kenndi sig jafnan við Eyvindará. Hann var fátækur maður og þegar hann reyndi í mörg ár að fá bækurnar sínar gefnar út, það gekk mjög illa og það endaði þannig að hann fékk menn á Seyðisfirði til að gefa út 1 bindi, það fyrsta og til þess að það væri alveg öruggt með fjármagnið þá ferðaðist hann með Austurlandið allt þvert og endilangt til að fá áskrifendur og loforði hverju myndi kaupa bækurnar. Þannig að þetta var heilmikið þrekvirki bæði í söfnunin og á sögunum og líka að safna peningum til að gefa þetta út. Mér skilst að hann hafi aldrei fengið borgað fyrir útgáfuna sjálfa en hann fekk einhvern styrk frá Seyðisfjarðarkaupstað þegar hann bjó þar og
frá Alþingi líka. En upphæðirnar er ég ekki alveg viss. Á þessari sýningu erum við með veggspjöld, þar sem við erum með texta og myndir Sigfús, hvernig hann fór að því að safna sögunum, hvar hann safnaði þeim, og svo í sýnishorn af kápunum og ljóðum eftir hann. Hann samdi líka ágætis ljóð. Og síðan erum við með hér það sem er til á Héraðsskjalasafninu, ljósmyndir af honum, og þessi lágmynd er koparafsteypa sem Ríkharður Jónsson gerði og hún er frá Minjasafni Austurlands sem er hérna í safnahúsinu líka. En þess má geta að hér eru í sýningarskápnum líka bæði bréf og skjöl og ljóð sem hann hefur skrifað með eigin hendi. Svo fengum við PS til þess að hanna fyrir okkur kort og Rúnar Snær, fréttamaður hér á Austurlandi, hann las inn Valdarþjóðsögur. Það var meðal annars Ardís Þorvaldsdóttir, samstarfskona mín, sem valdi sögur. Já, þetta er samvinnuverkefni Héraðsskjalasafnsins, Minjasafnsins og Bókasafns Héraðsbúa. Það er þessi 3 söfn sem eru hér í húsinu. Sýningin er styrkt af Alcoa Fjarðaáli, en síðan fengum við styrk frá svokölluðum Ússuhópi til þess að halda Sigfúsarvöku sem var hérna á dögum myrkurs síðasta laugardag. Ég hef margsinnis vakið athygli á því hér í Glettum að það er mikill áhugi hjá Austfirðingum fyrir því að beint millilandaflug hefjist frá Egilsstaðaflugvelli. Það er von til þess að þetta fara að gerast næsta sumar. Það er búið að gera samninga við breska ferðaskrifstofu að hefja flug á milli Egilsstaða og London og reyndar ætla þeir líka að bjóða upp á flug frá Egilsstöðum til Keflavíkurflugvallar. Þetta var tiltölulega algengt á sínum tíma þegar framkvæmdirnar stóðu sem hæst við Kárahnjúka og eins við álverið í Reyðarfirði. Þá voru iðulega að koma flugvélar með fólk sem ætlaði að vinna við þessar framkvæmdir og þær lentu á Egilsstöðum, enda mun styttra að lenda þar heldur en að fara með fólki til Keflavíkur og þurfa svo að flytja það til Egilsstaða með ærnum kostnaði. Þetta flug gekk vel, en þegar Egilsstaðaflugvöllur vel búinn og aðflugið að vellinum er mjög gott. Það er engin fjöll sem skikka þar sérstaklega á eða þarf að varast. Og ég sé það strax að það flug gekk vel, veðurfarslega séð, aðflugið gott. Þannig það í rauninni, allt það var í lagi. Þannig að allt innra, svona innri mál eru í lagi. Og völlurinn er í lagi og aðstæðan góð. Þannig að ég í rauninni fer bara af stað. Og auðvitað er Egilsstaðir lengst frá Keflavík og Reykjavík og það eru margir ferðamenn sem rata alls ekki neitt hingað og ef þeir koma hingað þá er það í hringferð og rétt hálfu dagur í stopp eða 1 dagur í stopp og þannig að það leggjum mikla áherslu á það að ferðamaðurinn geti flogið beint á áfangastaðinn. Flesti ferðamenn búa nálægt borgum sem fljúga á milljón áfangastaði. Þannig að þessi millilending í Reykjavík, hún er að hamla okkur aðeins og yfir veturinn þá erum við náttúrulega alls ekki neitt að fá ferðamenn, nánast ekki. Þannig að þetta flug hefst á næsta ári. Við komum okkur í samband við ákveðna skrifstofu sem hefur verið að selja Íslandi í 30 ár og er algjörir Íslands sérfræðingar í rauninni og þeir í rauninni búin að vera, eins og ég segi, selja Ísland lengi og hafa fundið fyrir því að það var í rauninni eftirspurn eftir svolítið annarri vöru og kannski minni fjölda og það voru oft ferðamennin þeirra voru koma tilbaka og segja við hittum eiginlega bara Breta eða Bandaríkjamenn í ferðinu okkar. Hvernig getum við komist í betri tengsl við náttúruna og annað slíkt og ég veit að þeir hafa verið að skoða svona leiguflug í svolítinn tíma. Þannig að við í rauninni gripum tækifærið og tókum upp þráðinn og héldum í rauninni bara fast í þennan þráð og unnum þetta áfram í algjöru samstarfi. Þannig að við kynntum það fyrir bæði gistimöguleikum, afþreyingamöguleikum, matarmöguleikum, öllu. Og erum búin að taka móti 20 manna teymi núna, söluteymi, kynna þeim fyrir öllu Austurlandi og allt sem við höfum upp á að bjóða. Og í rauninni verið í smá díalógum kannski bara hvað Austurlandi hefur upp á að bjóða og Norðausturlandi einnig og þannig að fókusin verður auðvitað á í rauninni landsbyggðina, það er þennan part af landinu.
norður- og austurland. Þannig að þetta algjör bylting í rauninni að þessi flogið beint á áfangastaðinn út á land, lengst frá Keflavík og þarna verða í boði ýmis 7 daga ferðar eða 4 daga ferðar og það verður flug á vegum Discover the World 2 í viku sem hefst 28. maí á næsta ári. Og þetta flug verður út september og það verið að kíkja á hvort að veturinn gæti komið til greina fyrir árið eftir. Nú af og til undanfarin misseri hafa verið að koma vélar til Egilsstaða til þess að sækja þangað hópa sem hugsanlega ætla að fara, sumir hafa verið að fara til sólarlanda. Nú í morgun fór hópur áleiðis til Dublin og annar hópur fór fyrir það bil hálfum mánuði síðan. Nú þetta munar miklu fyrir Austfirðinga að geta flogið beint utan. Nú ef það gengi ekki og þeir þyrftu að fara til Keflavíkur, þá kostar leggurinn þangað það bil 70.000 krónur. Ég sló inn á netið áðan og fékk þetta tilboð upp ef ég ætlaði að fara til dæmis næstu helgi. Nú 70.000 krónur, það hátt upp í það að vera fargjaldi sem það kostaði fólkið sem var að fara til Dublin. Var þó inn í því fargjaldi gisting þar ytra ásamt morgunverði. Þetta munar því miklu fyrir Austfirðinga sem ætla sér utan að geta flogið beint af heimavelli. Nú það eru ferðaþjónustufyrirtækin Fjallasýn og Tanni Travel sem ætla að þjónusta ferðaskrifstofunni hér á landi og selja farmiða í ferðir með þessum vélum þegar þeir halda utan. Nú en það líka byrjað að selja farmiða út í London og samkvæmt upplýsingum frá bresku ferðaskrifstofunni þá mikill áhugi þar í landi fyrir þessum ferðum. Það bara verið að útbúa alla pakka og allt saman og verður selt sem pakkavara, þannig að þú færð, það mismunandi pakka sem þú getur keypt og ferðar norður- og austurland og alveg sem enda í rauninni líka í Keflavík og þar getur farþeginn flogið þaðan einnig. Þannig að það bara verið að setja saman myndefni og leggja línurnar í markaðssetningunni og annað slíkt og við komum líka að því hvernig áfangastaðurinn Austurland á að koma og verða. Þannig að þetta bara spennandi tíma framundan. Það verða seldar ferðar frá Egilsstöðum út og það eru nú þegar fyrirtæki, Tanni Travel og Fjallasýn frá Húsavík, Tanni Travel hérna að austan. Þau eru í rauninni búin að gera samning við Discover the World að vera umboðsaðilar á sölu út og ég veit að þau eru líka fulla að vinna í pökkum héðan út fyrir Íslendinga. Þannig að það risastórt tækifæri fyrir okkur og lífsgæði okkar hérna fyrir austan og norðan eykst bara heilan helling. Það ansið dýrt að fara fyrir okkur, sérstaklega ef heil fjölskylda eða eitthvað þannig að fara og fljúga innanlands eða þá ef maður keyrir að þurfa að gista og annað slíkt, þetta dýrt. Þannig að geta flogið beint og nýtt okkur London Gatwick sem okkar höfn út í heim bara mjög jákvætt. Það góður völlur. Nú eins og ég gat í upphafi þá verið einstök veðurblíða bæði á Norðurlandi og Austurlandi undanfarna daga. Nú í gærmorgun vöknuðu héraðsbúar upp við svolítið eins konar listaverk má segja. Það hefði verið þokuslæðingur nóttina og í morgunsárið og frost en þegar að þokunni létti þá blasti við hrímkennd undraveröld sem náttúran hafði skapað. Sjáum myndir sem Hjalti Stefánsson tók og fangaði þessa stemningu. Og hlustum á Magna Ásgeirsson, Borgfirðinginn sjálfan, syngja lag eftir Geirmund Valtýsson við ljóð eftir Hilmi Jóhannesson. Það hjá mér bara þessi þrá Við að hitta strax og morgun sólin vaknar Daginn langar mig, þig langar til að sjá Löngun mín þín í kvöldragrinu saknar Þú brosir til mín bjarta sólin skín Þá bláan himin svíf ég sæll og glaður Eins og sólskíkja ég sumarljóðin mín Syng og tralla hér dásamlegur staður Alltaf þú Every night, alltaf þér Muna vel, endalaus, alltaf takk
Geymir krumlulæsir mitt litla hjarta og þar horfinn er himinn fagurblá og í hugar fylsnum ræður nóttin svarta. Alltaf þú ef ég næ, alltaf ég mun að verð endalaust alltaf takk. Gef mér frið til í nótt, gef mér frið. Hvað það, þig að þrá endalaust. Alltaf þú ef ég næ, alltaf ég mun að verð endalaust alltaf takk. Gef mér frið til í nótt, gef mér frið. Hvað það, þig að þrá endalaust. Í gamla kaupfélagshúsin á Egilsstöðum er margvísleg starfsemi. Meðal annars eru þar sprotafyrirtæki. Til dæmis er hún Íris að hanna þar brúður og búa til og selja. Og þetta eru brúður sem eiga svona kristalla íslenska og austfirska menningu. Ég er semst að vinna í ákveðnu þróunarverkefni við því að útbúa brúður, aðalega kellingar. Og þær eru kallaðar, ég kalla þær sólsystur. Og þannig er að ég byrjaði bara að fikta í fyrravor og kom svo mjálmandi utan í einn hönnuðin hérna, hann Unnar, til að biðja hann að gera fyrir mig merkimiða og hann vildi vita af hverju og hvað ég væri að gera og þá sýndi ég honum brúður og svo lét hann mig kjafta og tala og mala í 1,5 tíma náttúrulega því að flóðgáttin og þá spurði hann mig einfaldlega hvort ég vildi kannski reyna að fá að komast inn hjá þeim í þróunarverkefni í Hugvangi, svona frumkvöðlaverkefni og ég hugsaði mig svolítið stund og þáði það. En þá er málinn þannig komin að ég er búin að byrja að gera fyrstu brúðnar og þær eru sem sagt fór með nokkra brúður í bæinn í rammagerðina til hennar Lofi Sóladóttur sem er innhönnur og sér er þar æðsti koppur í búri og æðsti strumpur skulum við bara segja. En hún allavega hjálpaði mér að í rauninni að móta það sem ég er að gera núna. En sem sagt, þetta er sem sagt vara sem ég er að framleiða. Þetta er minjagripur frá Íslandi og þetta er selt í rammagerðinni. Það er í hönnunarverslunni hérna á Akureyri, í kistunni í Hofinu og jólagarðurinn er með þetta líka eins að prófa. Ég vil bara hafa, það á náttúrulega að vera bara íslenskt efni. Því miður þá verð ég að nota svona smá gullspotta. Ég get ekki ræktað þá. Ef við hefðum gullkindur hérna þá værum við nú í góðum málum. En þessu er sýnd bara heilmikill sýndur áhugi og það eru margir sem koma og kaupa sér. Eða kaupa til þess að gefa hreinlega sko vinkonum sínum og ömmum og mömmum og allt það. Sko ég hef fengið mestmegnið af ullinni sem ég hef í þessar dúkkur er frá Klaustursel á Jökuldal. Og þar hafa þau sem sagt stutt með mér ráðum og dáð. Ólafía Sigmars, hún kenndi mér nú ýmiss konar tækni og við vinnubrögð og svona dót og hjálpaði mér af stað. Og nú er svo komið að ég sérst kaupi reifi eða fæ hjá þeim reifi og ég þvæði heima hjá mér og ég þurrka þau og ég kempi þau með handknúni vél.
og þá byrja ég að móta og ég bý til búk og fætur og síðan þarf ég að búa til handleggi og alla þessa hluta sem að brúðan samanstendur af, sko, sem er hálf torkennilegir, kannski svona einir og sér, og ég hef fengið reifi af margskonar marglitu fé. Ég hef bæði verið með grátt og móraut og dökkt, og það hefur orðið til þess að það semst þegar ég er búin að þvo reifin og nema þau séu þvíhreinni, þá fer ég og dreg í sundur og skil að þel og tók. Og eins og hérna er ég með tók sem ég hef dregið og það þarf nú að vera svolítið, það þarf að henta vel, það þarf að vera svolítið langt til þess að ég geti flétta flétturnar á þessar brúðir. Þær eiga að vera í svona þjóðbúningalíki og eiga að geta verið svona íslensk kona sem að mér finnst mjög skemmtileg. Ég hef mjög gaman af þessum íslenska búning, finnst hann svakalega flottur og dáist að konum sem að hafa úthald í að sauma sér svona sjálfar og ganga í þessu, því að það er nú bara ferlega skemmtilegt. En mér finnst, þetta var orðið til þess að ég hef verið að stúdera búninga frá allavega tíð og tíma og legið á netinu eins og maður gerir og svona. Mér langar, því meira sem ég gera þessum brúðum, því meira langar mér að búa til svona sögulegar dúkkur. Og ég vil að þær séu úr sögum hérna heimabyggð og ég vil að efni sé sem mest hér úr heimabyggð, það sem er svona sterk litað, svart og svona, það þarf ég að kaupa, en annað nota ég bara ull sem að ég útbý sjálf. Af hverju eru þær prjónandi, spyrja sumir? Já, þetta er náttúrulega hin iðna íslenska kona sem aldrei fellir verk úr hendi og konur máttu nú ganga milli sveita hérna og börn í gamla daga og vera prjónandi. Það falla aldrei verk úr hendi, það er nú löngu verið stolt okkar, sko. En hérna er ég með, er hún komin með slaufu úr hreindýraleðri og það hef ég líka fengið hjá Ólafíu og mér finnst þetta mjög gaman. Ég er að reyna að færa efni við sem allara austast til okkar. Hér í Hugvangi er rosalega gott að vera hérna, því bæði fær maður örvun og gagnrýni og mikil svona stuðning. Og ég til dæmis, Þórunn Hálfdánardóttir, hún hjálpað mér með öll tölvumál, með heimasíðu og annað slíkt og það er verið að undirbúa það. Perla Sigurðardóttir, hún er að hanna hérna pakningar og logo og merkimiðan okkar. Það er nú ekki komin endalegu litur á hann en við erum að þessu. Þetta er ennþá í ferli. Og mér langar náttúrulega að búa til álfa og tröll og drottningar og álfadrottningar og börn og fé, sauðfé. Og það er nú kannski næsta mál á dagskrá, það er að búa til eitthvað svona. Ég var byrjuð að gera litla hrúta og ég geri það einhvern tímann seinna. Og svo er ég að gera hérna núna, ég var að byrja að setja saman eina jólasystur, jólasólsystur. Hér er einmitt með ull sem að áhugasamur bóndi úr Fljótsdalnum var að gefa mér, alveg dásamlega ull. Kom bara með færandi hendi með ferskt reifi úr Fjárhúsinu. Ég fór með það og þvoði það strax og þær heita sólsystur, þessar kellingar. Og hérna, svo náttúrulega látum við þetta ríma og þær heita jólasólsystur þessar. Og þær eru að bera náttúrulega kærleikann inn í hús til fólks, hvert sem þær fara, því þær eru með hjarta með sér. Jólakærleikann allan og friðinn. Þetta náttúrulega, vissulega, þetta kostar, handverk kostar, það er tímafrekt og mikil vinna sem liggur að baki hverri dúkku. En hérna, eða brúðu, eins og ég vil nú kalla það svona opinberlega. Ég er búin að gera nokkuð svona pör og hérna, þetta er náttúrulega bara, eitt skipti var hjónavígsla eða voru splæst saman hjón til dæmis sem voru gefin saman ástrósið og hérna, þeim var gefin, þetta svona var pantað hjá mér og þau halda saman í hring, sko, sem að tákna náttúrulega eilífðina og allt þetta. Tíman endalausa saman, væntanlega. Nú, ég reyndar svona splæsi meðan hann er með hérna atgeir eða öxi, bara til þess að gera hann aðeins vígalegri, sko.
menn samkvæmt þjóðsögunu hérna, Íslendingasögunu hér, þá gekk nú mikið ástundum og gott að vera ávallt reiðbúin eins og segja skátarnir. Nú þá ekki fleira í Glettum í kvöld. Glettur verða hér aftur að viku liðinni. Sjáumst aftur á sama tíma klukkan 18:30 á fimmtudaginn kemur. Bless og meðan.